Sæl og blessuð og velkomin í Húbla podcastið. Ég hérna í stúdíó Kling og með mér er hann Ingvar Bjarnason sem er sérfræðingur og stjórnandi á sviði fjarskipta og upplýsingatækni og ég ætla bara að bjóða þig hjartalega velkomin í setti hjá mér. Takk fyrir það, takk kærlega, gaman að koma. Æðislegt. Hvað segir síðan svona fjarskiptatæknin og upplýsingatæknin í dag svona á þessum hröðu breytingum og allt sem er að gerast? Herðu, já, fjarskipta og upplýsingatæknin held ég að segja bara býsna gott, sko. Það hefur aldrei verið meira að gera á þessu sviði, það hefur aldrei verið meiri fjölbreytni, meiri hraði og það má eiginlega segja, sko, að fjarskipti og upplýsingatækni þau eru bara allt líkjandi. Já. Það er bara, maður finnur fyrir því í öllu sem maður gerir, við erum öll með iPadan okkar, spjaldtölurnar, símana, sjónvörpin okkar, við erum öll að neyta miðla og efnis á hverjum degi sem að fjarskiptin fær okkur. Og við erum öll sítengd, það eru sífellt fleiri tæki að poppa upp í okkar daglega lífi, tæki sem við erum jafnvel að íklæðast, úrin á hendina okkur, þetta er allt saman fjarskipti. Þetta er raun alveg ótrúlega magnað og margt sem að maður hefði bara eiginlega ekki geta ímyndað sér fyrir bara nokkrum árum síðan. Nei. Hvað þetta hefur gerst hratt? Já, þetta hefur gerst alveg ótrúlega hratt og það er svolítið gaman að því sko að þú veist fjarskipti hafa lifað með okkur bara alveg síðan að Indíánar voru að senda reykmerki hérna í gamla dag. Það er rauninni fjarskipti í sinni tærustu mynd. Fjarskipti það felst í orðinu sko, þú ert að eiga samskipti yfir einhverja fjarlægð sko. Já. Og þá kannski voru svona fjarskiptin að þróa svolítið hægt, það kom kannski fleiri ættbálkar með mismunandi tungumál og eitthvað svona, mismunandi tegundir af reykbólstrum og síðan já, algjörlega og svo 3 stutt, 2 löng og eitthvað svona. Já. En í dag þá er þróunin alltaf verið hraðari og hraðari. Já. Þannig að það sem gerðist áður fyrir á áratugum er að gerast í dag og örfáum mánuðum og vikum jafnvel. Já, og ég gæti alveg trúa bara á þínum, svona, ef maður hugsa þann hluta starfsæðina sem að þú hefur skilað hinga til, að það hafi orðið gríðarlega bara breyting og framþróun og eflaust þarf þú sem sérfræðingur á þessu sviði að vera örugglega alltaf á tánum til þess að bara halda í við það sem er að gerast, eða hvernig virka það? Já, ég er alveg sammála því, það hefur sko, þú veist, ég byrjaði í þessu 95 og þá vorum við með, ég byrjaði hjá fjarskiptafyrirtæki sem að hét Skíma og þá vorum við með svona módem í hillum, alveg svo það voru svona stórar hillur, kannski 5 hillur upp í loft og svo var þetta nokkri lengdarmetrar af hillum og það var svona lítið tæki sem að heyrðist í svona, ég menn ekki, þeir sem að kannast við módeminn, kannast við hljóðið, ég ætla ekki að fara að líka eftir núna. Var alveg titra samt alveg að fara í þetta, eitthvað svona. Við sem vorum að vinna við þetta, við gætum næst í hlustað og heyrt hvað var að fara fram þarna. En sko, síðan þá hefur þróunin verið gríðaleg. Og nú er þetta alltaf, þessi tækin er að smækka, skalinn er að verða meiri, þetta er að fara úr bara örfáum módemum í hillu, í að það eru 20.000 manna, jafnvel 100.000 sem eru að tengjast inn á hverjum einasta degi, oft á dag, með fleiri en einu tæki per mann, sko. Já. Og ótrúlega margt sem gerist innan tækjana. Já. Þú ert farin að geta greitt reikningana þína bara beint, þú ert farin að geta, það er svo ótrúlega margt sem að maður einhvern veginn hefði ekki geta hugsað að síminn myndi þjóna, hlutverk sem síminn þjónar í dag sem að við sáum ekki kannski fyrir. Nei, og það er bara alveg rétt, sko. Og við erum alltaf að fá meiri fjölbreytni í tækin, sko. Og einu sinni var þetta þannig að þú varst með sjónvarpa sem þú horfir á sjónvarpið, svo varst með útvarpa sem hlustar á útvarpið. Nú er allt saman sameinað í eitt, við hlustum á podcast og við horfum á Netflix og þetta er allt í einu sama tækinu. Og því hefur lengi verið spáð að allir þessi tæki svona renni saman, þannig að þú sækir inn í sömu þjónustuna allstar. Þjónustan svolítið fylgir þér. Og það er að raungerast núna. Og út af því sem þú spurðir áðan með hvort að fólki sem starfar í fjarskiptageiranum þurfi ekki stanslaust að vera endurnýja sig, það er alveg rétt. Það er bara rosa áskorun fyrir þá sem vinna í þessum heimi að vera alltaf að sækja sér nýjastu þekkingu. Af því að þú úrildist mjög fljótt þekkingin og bara... Og hvernig nærðu að halda í við þetta? Ég meina, þú
þín háskólagráða kannski orðin Já, x gömul, já, en það bara svona skjöldur á vegg, sko, ákveðin grunnu til að byggja á, en já, ég sæki ekki dagstaglega í mjög margt sem ég læri þar nema bara vinnubröðin, myndi ég segja, og bara það er svona undirstaðan. En já, þú, sko, maður þarf náttúrulega stanslaust að vera að neyta einhvers konar upplýsinga úr þessum geira já, og vera við að sér alveg, þetta er rauninni svona símentun. Og ég hugsa að það eigi við í mjög mörgum atvinnugeirum í dag, að fólk þarf eiginlega stanslaust að vera að símenta sig. já. Og eru þetta þá ákveðin bara svona samfélög, samfélag fjarskipta sérfræðinga eða eitthvað slíkt þar sem að þið eru svolítið að styðja við hvort annað í að efla ykkur eða hvernig? Já, sko, mikið er þetta eru ráðstefnur sem að fólk sækir, námskeið, svo er ég áskrifandi að fullt af fréttaveitum þar sem er verið að flytja fréttir úr þessum geira, greinar og rannsóknir og svo er náttúrulega, þetta er lítið samfélag. Þetta er lítill heimur svona þeirra sem að vinna við fjarskipti og upplýsingatækni eins og til dæmis bara á Íslandi. Og kannski jafnvel að heimsvísu eða orður bara sem hlutfall af heiminum og fólk er í miklum samskiptum. Þetta er oft lykilatriði bara svona til þess að þekkingin færist mann á milli og það verði til eitthvað nýtt. Já. Þú hefur nú verið einmitt svolítið innan svona þessa nýsköpunar samfélags líka. Já, má segja það. Við endaði nú þannig að við Byrjar hann í Skímu, segirðu? Já, ég byrjaði í Skímu, svo fór ég í kringum aldamótin í svona .com ævintýri. Já. Og það var svona nýsköpuna fyrirtæki sem ætlaði sér að búa til farsíma söluvef og það var svolítið svona, við skulum segja að það hafi verið 10 árum á undan sinni samtíð. Og það fer oft ekki vel fyrir fyrirtæki sem eru 10 árum á undan sinni samtíð og það gerði það ekki í þessu tilviki. Svo þegar ég kom aftur úr því ævintýri þá ákvaði ég að ráða mig til fyrirtæki sem væri nú alveg örugglega ekki svona á leiðin á hausinn og réða mig til Landssíma Íslands sem að þá var að verða að símanum. Já. Og stórt og öflugt fyrirtæki og gríðarlega framalega í tækni og mikill metnaður og vann þar í 8 ár við að byggja upp neti sem að er núna grunnurinn að öllum flutningi innan símans myndi ég segja, á sjónvarpsþjónustu, á símaþjónustu, á farsímaþjónustu og öðru, svona transportnetið og þá var það byggt fyrir internet fyrst og fremst og sjónvarpsþjónustu. Já. Sími var þá að fara í stafræna sjónvarpsþjónustu og við þekkjum öll hvernig svo saga er og mjög skemmtileg vegferð. Síðan ákvaðum við nokkrir, ég fór til CCP í held ég að verið 3 ár, CCP í upplýsingatæknideildinni þar og var að reka tölvuleikin EVE Online og samt fullt af góðu fólki. Já. Og það var allt önnur veröld og allt annar heimur, mjög skemmtilegt. Og hvernig var að fara svona einmitt beint úr fjarskiptunum yfir í svona tölvuleikja heiminn? Já, það er allt önnur ella, skulum við segja, sko. Þetta var mjög líflegt fyrirtæki og mikið gleði og svona, fullt af fólki sem hefur svona ástríðu fyrir tölvuleikjum og er allt öðruvísi þengjandi, myndi ég segja, þess vegna, sko. Það er miklu meiri svona leikgleði í gangi. Kannski kemur líka þá inn svolítið á upphafsárum væntanlega. Í CCP? Já, þegar ég var að vinna hjá Símanum upphaflega, þá kom ég að rekstrinum á EVE Online tölvuleiknum. Þannig komst ég í sambandi í CCP og svo leiddi eitt öðru svona nokkrum árum síðar. Og þá vorum við að setja upp tölvuleikin þarna úti í London, hann er keyrður þaðan og þjónar alveg tugum eða ekki 100.000 manna á hverjum degi sem eru í svona ímynduðu geimumhverfi að berjast yfirráð og það var gaman. Það er náttúrulega bara heimsifir að Já, það er svolítið skemmtilegt, sko. Þetta er svona, þeir segja það oft sem að spila þennan tölvuleik, sko. Þetta er svona þeirra annað líf. Já, einmitt.
Það margir sem að bara eiga sér sitt líf þarna og sína vini og sín tengsl og sína svona, sína aðra tilveru. Og svona félagslífið þar kannski. Já, algjörlega, sko. Og þú ert þarna í 3 ár? Þarna í 3 ár og svo ákveðum við þarna 2 vinirnir að stofna fjarskiptafélag. Já. Þannig að við fórum bara beint í nýsköpunargírinn og vorum náttúrulega bara 2 fjarskiptanördar og ætluðum að byggja svona fjarskiptafyrirtæki sem sérhæfði sig í að flytja gögn fyrir önnur fjarskiptafyrirtæki. Já. Bara svona byggja svona burðanett, eins og það heitir. Já. Og Og hvað var þetta? Hvað hét þetta fyrirtæki? Þetta fyrirtæki hét því nördalega nafni Pakket sem svona eftir að hyggja svona ekta nördanafn, skulum við segja. Og hvað betur, veist, að því að ég hugsa bara Pakket og ég sé ekkert nördalegt við þetta, sko. Nei, sko. Veist, en Pakket í mínum huga bara eitthvað svona pakki. Já, í grunninn þá var þetta það að þegar þú ert að eiga fjarskipti yfir eitthvað net, þá ert að flytja litla pakka sem eru gögnin sem að þú ert að eiga samskipti yfir netið með. Já, ok. Þannig að Skilið þig. það pakketinn, sko. Þú getur hugsað þetta eins og póstþjónustu, sko. Þú þarft að koma einhverju gögnu til skila, þú skrifa bréf, setur þau í umslag og svo sendur þau pakkan með póstinu. Sendur pakkan hann út. Og við vorum að stofna hennan póst, fjarskiptapóst. Okay. Og við fórum hann á stúfana og vorum að kynna okkar þjónustu fyrir öðrum fjarskiptafélögum og þá hittum við á fyrirtæki sem að hét Símafélagið. Já. Og var þá aðilega í bara svona tölvusímum og tækni. Og þegar við kynntum okkar þjónustu fyrir því félagi þá small það svona skemmtilega saman. Og við ákvaðum að sameina þessi 2 fyrirtæki og svo varð úr fyrirtæki sem var svona alhliða bara fjarskiptafélag undir nafninu Símafélagið og við vorum þá fyrst og fremst að þjóna fyrirtækjum með bara alhliða fjarskiptaþjónustu og þetta blómstraði þarna á 8 árum úr því að vera bara lítið og sætt nýsköpunarfyrirtæki í það að vera bara fullburða fjarskiptafélag sem að þjónustaði þegar mest var örugglega einhvers staðar á bilinu 1500 til 2000 fyrirtæki. Og það var síðan úr á endanum að Nova keypti Símafélagið og ég er búin að starfa hjá Nova síðastliðin 3 ár. Já. Og þá erum við svona að eftir að Nova tekur þarna kaupir Símafélagið. Hvernig var þá? Ég meina þið voru þá búin að vera hvað lengi inn í Símafélaginu? Sko, ég var búin að vera hjá Símafélaginu þá í 6 ár held ég, eitthvað svoleiðis og vinna að uppbyggingu Símafélagsins alveg á fullu. Ég var tæknistjóri þarna og stýrði þarna góðum hópi fólk sem var að vinna því að þróa tæknikerfin. Og svo sameinumst við Nova og verðum þá grunnurinn að svona fyrirtækja einingu Nova. Og sem í dag heitir Raðleið og þá í rauninni skipti Símafélagið í 2. Hluti fór inn á fjarskiptasviði sem bara reka innri kerfi Nova og hluti fór bara í þessa sölueiningu hjá Nova. Og Hvernig tilfinning var að fara svona með þetta svona hálfgert barn svona sem að þú ert þarna búin að vera að þjóna og sjá til þess að vaxi og dafni og verði að ykkur sem að og ykkar draumur kannski, veist, á einhvern nátt og algjörlega. Að svona setja það þá svona svolítið í hendurnar á þannig félagi sem orðið stærra og Það fylgja því alveg sterkar tilfinningar. Þetta þú veist, maður kannski þarna búin að vera við stjórnvölinn skulum við segja. Þú veist að reka þitt eigi fyrirtæki og byggja þau upp og í félagi við aðra og allar ákvarðanir eru svona, þú veist, svolítið í þínum höndum, sko. Svo þegar þetta sameinast og verður hlutastærra félagi þá þarftu svolítið að sætta við það. Það eru aðrir sem taka kannski stóru ákvarðanir og þú getur alveg haft það í skoðun, sko, en þú ræður ekki þegar upp í staðið, þannig að það er oft svolítið challenge, sko. Og það er alveg áskorun sem fylgir því að sko sameina 2 svona félög.
og bara kúltúrin getur verið mismunandi frá einu félagi til annars og og var það svolítið. Símafélagi var svona svolítið svona hefðbundi fjarskiptafélagi meðan Nova svona, þú veist, stærsti skemmtistöðvar í heimi og rosa mikið partí og stuð og Allt svona. önnur menning. Já, allt önnur menning, Hvernig sko. var það? Náttúrulega fóru allir starfsmenn úr símafélaginu yfir í Nóa eða? Já, svona stærstum hluta. Það voru auðvitað nokkri sem að þú veist, það var ákveðin samleið á milli fyrirtækina eins og á fjármálasviði og svona. Þannig að fækkaði aðeins í hópnum og við þurftum kannski kveðja nokkra góða félaga sem var búin að fylgja stað lengi. Það er svolítið svona eins og gengur í svona sameiningum og félögum. Stóðdeildir náttúrulega sameinast og annað svoleiðis. Já. En hvernig var það svona? Þið hafi væntanlega verið búin að byggja upp svolítið ykkar menningu þarna innan hús og svo komið inn í Nóa. Svona gekk það allt? Var fólki alveg að svona finna sig? Ekki allir. Það var náttúrulega, sko, sumir náttúrulega réðu sér til símafélagsins og þá var bara, þú veist, þú gengur ákveðnum, þú veist, karakterum og skilurum, ákveðnum karaktereinkenum félagsins, sko. Svo kemur þetta Nova og það er svolítið meiri hraði og aðeins annað kúltúr og mjög margir fundu sig og eru þarna enn þann dag í dag hjá Nova. En það voru nokkri sem að kannski ekki voru alveg að fíla þetta breytta vinnuumhverfi og fluttu sig þá set. Það er náttúrulega bara eins og gerist. Það er bara eins og gerist. En heilt yfir þá hefur þetta bara gengið mjög vel og er vel fungerandi félag í dag. Og ég myndi segja að það hefur bara tekist vel til við þessu sameiningu og orðið til mjög heilsteypt félag úr. Já. Og þessi tækni sem þið voru búin að byggja upp þarna, Já. Hún hefur nýst vel innan Nóa. Já. Burðanetti sem við byggðum þarna og bara tæknikerfina, þau eru í notkun hjá Nova í dag og neti sjálft svona burðurinn undir núna farsíma og internet Nova og allt svona allt svona þjónustu net, þá meina ég fjarskipta tengt og bara eflast. Það er náttúrulega það sem að gerist með tilkomi Nova að það voru miklu, Nova var stærra félag. Það meiri pening kannski eða? Já, meiri fjárfestingar getur, sko. Það er rosa spennandi og skemmtileg vegferð framundan í því. Já. Því náttúrulega fjarskiptin, þau halda ekkert, þau staðna ekkert, sko. Það er ekki bara áfram. Það er bara allt á fullu, sko. Já, við veitum náttúrulega ekkert hvert það fer. Já, algjörlega. Sko. En þú hefur ekki bara verið í þessu, þú ert búin að vera í kennslu líka? Já, ég ákvað að breyta pínu til. Já, hvenær var þetta? Það var eiginlega bara, sko, ég er búin að vera kennslu með vinnu í 5 ár núna hjá HR og kemur svo sem engum á óvart, ég er að kenna fjarskiptafræði og það er svona bara gefið, ég er að kenna fjarskiptafræði við rafmagnstæknifræði deildina hjá HR og ég er svona búin að vera að auka við mig þar, ég er að fara að kenna núna námskeið hjá Opna Háskólanum. Já. Og í fjarskiptum og það er svona hugsa meira svona almenns eðlis og mér langar að gera sko ennþá almennara námskeið sem myndi bara henta hverjum sem bara svona almenningi. Og hvernig, ég er bara áhuga sem að heyra, hvaða nálgun eins og varðandi almenning, hvar myndir þú taka svona nám, þannig að almenningur nái svona... Sko, ég hugsa að flestir séu rosalega spennti fyrir því að vita hvað til dæmis 5G er að færa okkur og hvað er þetta 5G? Er 5G hættulegt? Er það, að fara að grillja okkur heilan eða eitthvað svona? Það eru flestir sem eru svona svolítið að spyrja sig að því, hvað gerir 5G? Hvað er internet hlutana? Já, internet hlutana náttúrulega er búið að vera náttúrulega mikið umræðinu. Já, og rosa margir sem eru mjög forvitnir sko, hvað er að fara að gerast næst? Get ég fara að tala við ískapum minn? Er einhver að hlusta á mig þegar ég kveiki á Apple TV-inu mínu? Hvernig virkar Netflix? Hvaðan koma myndirnar? Hvað er skýjaþjónusta? Nú er ég með gögnin mín, ég er að afrita ljósmyndir fjölskyldunar inn í Apple síma minn og tækið og hvað verður þetta? Hvað er þetta? Og er þetta öruggt? Og öryggisvinkillinn er til dæmis rosalega áhugaverður. Mjög. Ég held að það sé bara maður er bara búin að sjá það á undanförnum misserum bara hvað öryggisfaktor í upplýsinga tækni
er gríðarlega mikilvægur. Þetta er Já. bara, orðið held ég bara og verður örugglega bara eitt af þessum lykilatriðum sem að fyrirtæki þurfa einhvern veginn að vinna með og Já, algjörlega sko. Og þetta er fólk almennt séð held ég mjög áhugasamt. Ég náttúrulega er ekki ég er pínu hlutdrægur í þessu. Almennt séð held ég að fólk sé mjög áhugasamt þetta sko. Það vil kannski ekki fara mjög djúpt í þetta, en það eru flesti sem eru svona stundum að velta þessu fyrir sér. Já, Og kannski líka sko, ég meina, maður sé bara orðið, það er bara orðið inn á mörgum heimiluljósum stýrt og tónlist stýrt og annað bara með rödd. Algjörlega snjallheimilið, hvernig get ég gert heimilið mitt snjallt, hvað það til. Og Og eru þið að fara inn í eitthvað svona námskeið þarna í opna háskólanum? Já, þar erum við að horfa á námskeið sem helst ætla kannski millistjórnendum, stjórnendum sem þurfa að taka ákvörðun stafræna vegferð fyrirtækisins, hvernig hagnýtir fólk fyrirtæki sér skýjaþjónustu, fjarskipti fyrir fyrirtæki, hvað hentar mínu fyrirtæki, hvað þarf ég að hafa í huga þegar ég er að fara í skýjaþjónustu og stafræna vegferð. Þannig við erum að horfa svolítið á þessa hluti. Þannig þetta er svona, ef við horfum á námskeiði sem ég kenni í rafmagnstæknifræðinni, þar er farið mjög djúpt undir hútið í fjarskiptum, skoða bara all fjarskiptatæknin og bylgjur og allt svona. Þetta námskeið í opna háskólanum, það er svona millistig. Það er verið að skoða kannski, bara svona hagnýta hluti fyrir fyrirtæki. Og svo sé ég fyrir mér að búa til námskeið bara fyrir almenning sem er bara svona fróðleikur meira og hugsanlega einhverju fróðleiksmólar einhverja ákveðna hluti. Já, bara mjög skemmtilegt. Þetta er svolítið gaman og það er gaman að geta tengt saman við vinnu líka, ég gerir ráð fyrir líka sko í þessu öllu, af því að þú ert jafnvel að við að þér aukinni þekkingu í þessu öllu. Þannig að þetta er svona samleiðar áhrif í þessu. Já, mér er líka gaman að geta miðlað af þekkingunni sem ég er búin að viða að mér. Í staðinn fyrir hún sitji bara hérna upp í þessum kolli og sé bara þar. Það er gaman að geta deilt. Það er svo gott sjónarhorn að einmitt að vilja deila með sér. Leyfa öðrum að vaksa með því sem maður er að gera sjálfur. Algjörlega og það veitir ákveðna gleði líka. Hefur náttúrulega ótrúlega reynslu. Svo fórstu náttúrulega til Bandaríkjanna, varst þar? Já, ég var þar í 3 ár að vinna í þessu farsímasölu vef og fleiru. Ég var eftir að því ævintýri lauk þá staldraði ég við í Bandaríkjunum í 1,5 ár og var þar að vinna sem vörustjóri hjá fyrirtæki sem heitir Strax og það fyrirtæki er að framleiða farsíma fylgihluti. Ég var vörustjóri að ferðast í Kína, kíkja á verksmiðjurnar og svona hafi ég verið svona því. Svona gæða, svona gæða eftirlit. Tekka hvort það væri ekki allt eins og þetta að vera og svona. Já, það var mjög áhugaverður tími. Hvernig var þetta líf þannig og meðan þið voru í Bandaríkjunum? Þið voru fleiri en einu stað, eða ekki? Jú, við byggum í sinnkvorum endanum á Bandaríkjunum. Við byggum í Washington, í Seattle í Washington fylki. Já. Og það er á vesturströnd Bandaríkjanna og er mjög norrænt og svona, þetta er svolítið svona bara eins og að búa í Noregi geti ímyndaminn að tala allir ensku og svo byggum við í Flórida sem er svolítið bara eins og að búa í Suður-Ameríku það er bara helmingurinn að íbúum Flóridaríki sem talar spænsku eða einhver svona rómversk mál og loftslagi allt annað og þetta er bara eins og 2 heimar. Ég hef oft sagt að Bandaríkin þetta er fullt af löndum. Þú getur ekkert sagt Ameríku svona? Nei, akkurat. Eða Bandaríkin? Það er margir sem alhafa bara, Ameríkanar eru bara svona, og allir keyra með stórum trukkum og borða hamborgara, en það er bara alls ekki svoleiðis. Og hvorum staðnum svona líka eitthvað betur? Já, hvor staður sig hafði sína kosti, en ég held að okkur hafa nú líka betur, og það er kannski bara því að maður svona heimavanur í Seattle, það var svona nær hinnu norræna og okkar menningu. Í Flórida var náttúrulega æðislegt að vera upp á ströndina og hlýindin og annað. En það var líka samt svolítið eins og í Bandaríkjunum að þú býrði í svona kannski svolítið lokuðu samfélagi. Við byggum í svona
hálfgerðu Barbie þorpi, sko. Þetta var svona loka, þú keyrðir inn úr hlið og þar var hliðvörður og svo var svona einhver svona Var það í klúbhús Flórída, og eða? það var í Flórída, já. Svo var svona klúbhús og svona gerfi vatn og manni leið oft eins og maður væri í hérna, hvað Fyrir svona raunveruleika þætti Já, þetta var svona svolítið, það var einhver bíómynd það sem að Truman Show hétt. Alveg rétt. Sem að hann fekk eftir hérna kastara sem að datt niður í götuna og þá átti hann sig á því að hann var í einhverju setti, sko. Þetta var svolítið svoleiðis, sko. Það var allt svona svolítið óraunverulegt. Mjög svona gerfilegt og framleitt svona. Já, en þið sem betur fyrir komið inga heim, svona heppni fyrir okkur hérna Íslendingana. Heppni fyrir okkur líka, ég held að við hefðum eftir á hyggja vilja vera svona kannski pínlítið lengur úti. Já. En það var samt alveg komið tími til að fara heim líka. Já, þið voru náttúrulega, með krakka og Já. Vantarlega verið kannski að hugsa eitthvað út í það líka eða hvað? Já, við vorum, við hefðum getað staldrað í nokkur ári viðbót en svo kemur tími þar sem að börnin þurfa að fara í skóla og þá ertu farin að skjóta svolítið rótum og sko sumir í fjölskyldinu vilja nú meina að við höfum rétt sloppið heim sko því að elsti strákurinn okkar sem að þarna var orðin 4 ára hann söng hérna God Bless America my home sweet home í flugvélina leiðinni heim þannig að hann var alveg hann var alveg verið bara hérna hann var alveg kominn með ræturnar hann Já, skemmtilegt það var svolítið skemmtilegt Já. En þið komið síðan inga heim og þá bara hérna tekur þetta allt við sem að við erum búin að vera að ræða hérna Já, og hvernig síðan, nú ertu búin að vera aðeins að svona spá í stjórn hérna að vera í stjórnum fyrirtæki og búin að vera að læra það eitthvað eða ekki? Já, ég er á ég er á námskeiði hjá Akademía sem að heitir viðurkenndir stjórnarmenn Já. og ég hef náttúrulega setið í fjölda stjórna í gegnum tíðina sem í félagasamtökum og fyrirtækjum og áhuga leikhúsi og fleira og sérstaklega kannski í kringu símafélagi þá fannst mér sko hlutverk stjórnarinnar í þroskaferli símafélagsins var rosalega stórt. Upphaflega var það þannig sko að við sátum allir hluthafarnir í stjórninni á símafélaginu og það voru svolítið svona við sjálfir að hafa skoðanir á sjálfum okkur og það verður rosalega sjálfhverft sko, einhverju svona tækninördar að hafa skoðanir á eigin ákvörðunum verður alltaf svolítið tæknidrifið og kannski við vorum ekki að hugsa við vorum fyrst og fremst kannski að hugsa tæknina og hvernig gotum þróa fyrirtæki tæknilega séð en það vantaði svona kannski rekstrara elementið og við ákváðum ég held að fyrirtæki hefur verið orðið 4, jafnvel 5 ára þegar við ákváðum að það væri sniðugt að fá inn fólk með reynslu. Fá bara utan að koma til stjórnarmenn. Já, og þá fengum við bara fagstjórn yfir fyrirtæki og ég vil meina svona eftir á að hyggja að það hafi verið eitt mesta gæfu skrefi sem við stigum. Því þá fengum við bara fólk sem var bæði með tengslanett og þekkingu og við vorum með lögfræðing hérna, við vorum með viðurkenndan bókara og rekstrarfræðing. Við vorum með forstjóra fyrirtækja, 2 og þetta var svona fólk sem að saman myndaði og fólk með markaðsreynslu, við vorum með saman myndaði þetta fólk svona mjög heilsteypta heild fyrir fyrirtækið og stýrði okkur bara í rétta átt. Akkurat. Allt í einu bara rétti reksturinn og kútnum og við vorum farin að skila ársfjórðungslegum skýrslum og við vorum farin að hafa svona kontról á cashflow eða fjárstreymi fyrirtækisins. Strúktúrun hefur bara orðið miklu sterkari. Allt í einu breytust við úr því að bara vera eitthvað startup fyrirtæki, allt í einu var þetta bara orðið svona robust rekstrareining fyrir ekki að ég sletti hérna. En þetta er bara orðið svona meiri ákveðin stöðuleiki sem hefur myndast í þessu. Já, það var það sem stjórnin færði okkur sko. Og þarna, ég satt þarna í stjórn áður en þetta kom til, svo stegi ég úr stjórn og þá vitaskuld maður er svona, láta einhvern annan hafa taumana og maður hefur ekki lengir sömu áhrif og maður hafði, en maður getur þá treyst í að þetta fólk viti hvað er að gera. Það er rosa góð tilfinning sko. Já. Og
Og Þess vegna langaði mig að læra svolítið meira þetta já, og hvernig svona, núna ferðu þá þarna inn í þetta nám og hvernig er þá, svona, hvaða sýn hefur á þetta núna þegar þú komir Já. svona með, er þannig að læra hreinlega hvað felst í þessu og svona? Sko ég myndi segja fyrir flesta þegar hugsa fólk sem situr í stjórnum fyrirtækja, þá er þetta bara einhver svona bitlingur og þú veist, þetta er einhver peningur á mánuði fyrir að mæta á einn fund, hafa skoðanir og borða vínabrauð og segja svo bara bless. Ja. En það er í rauninni alls ekki þannig, sko. Stjórnarmenn og konur bera mjög mikla ábyrgð og hafa rosalega mikil áhrif í flestum fyrirtækjum á stefnu fyrirtækisins, hvert það er að þróast, veita aðhald og mér finnst þetta er hörku djobb að vera stjórnarmaður. Og eitt af því sem að kannski vantar svona element inn í stjórnir í dag og það sem mér finnst ég og fleiri úr mínu bransa hafa eitthvað fram að færa í stjórnir er að stjórnir svona hefðbundið eru byggðar upp mjög mikið af fólki með einhvers konar viðskipta eða lögfræðimenntun eða bakgrunn eða stjórnendum sem hafa þá reynslu og þekkingu af að reka fyrirtæki en það vantar tæknivinkilinn. Og það vantar þá fleira fólk sem er með tækni bakgrunn og menntun og reynslu inn í stjórnirnar. Af því það er gott fyrir stjórnir að vera dálítið svona með svona breiða flóru. Bara þekkingar fólk yfir höfuð. Ég er þetta að spá yfir, þetta er náttúrulega mismunandi fyrirtæki. Og kannski eins og þarna ert þú að hugsa kannski auðvitað tæknifyrirtæki sem byggja á tækni. Að það komi inn fólk sem hafi þá eitthvað tækni bakgrunn. Já. Bæði fyrir tæknifyrirtæki og líka fyrir bara alls konar önnur fyrirtæki, framleiðslu fyrirtæki eða þú veist það eru öll fyrirtæki á stafrænni vegferð í dag. Akkurat, svo er það. Ef við eitthvað ræða það. Það er náttúrulega bara eiginlega, þegar svo tala ég um ykkur þekkingafyrirtæki, það er ekki þekkingafyrirtæki nema það eru öll fyrirtæki að verða þekkingafyrirtæki. Akkurat. Þannig að það þarf alltaf þessa tækni. Já. Upplýsingatækni er sko að verða sístakkandi þáttur í öllum rekstri. Og kannski bara er þetta þá náttúrulega þetta hópur sem er bara vöndun á kannski líka. Sérstaklega kannski á okkur ákveðnu sviðum. Já, ég myndi segja það, alveg hiklaust. Og það er nú eitthvað sem að ég drífi mig svolítið áfram í þessu og ég sé fyrir mér að ég ætla að vera duglegur að predika það að fleira tæknifólk gefi kost á sér í akkurat þetta. Já, frábært að fá. Nú vita fyrirtæki í landsins ef að þú ert að leita að flottu manni í stjórn sem hefur bara ekstra, þetta er svona framboðsræða. Það er ef þið vantar einhvern svona sérfræðing sem er bara algjörlega búin að vera að mínu mati bara framúskarandi á sviði tækni og fjartækni og fjarskipta, af hverju segir fjartækni? Fjarskipta, að það var það Ingvar Takk fyrir það. Framboðsræðan, viltu segja ykkur á? Nei. En þetta er auðvitað bara svona, ég meina, og þetta, sér maður, fyrirtæki sem að, það er nefnilega held ég svo algengt að fyrirtæki taki annarkvort einhvern úr eigendahópnum, sem hefur ekki endilega þekkingu, eða reynslu sem er akkurat svona viðeigandi fyrir það fyrirtæki sem ræðir. Það er, ég held að þetta sé styrkleikamerki þegar að menn þora og konur að taka inn þekkinguna í stjórn. Ég vil meina að styrki fyrirtæki alveg rosalega og það gerði það í okkar tilviki þarna hjá Símafélaginu að fá inn sko öðruvísi menntun og bakgrunn af því að þú veist, það borgar sig aldrei að hafa einsleitan bakgrunn og einsleita þekkingu þegar þú taka ákvarðanir. Það er alltaf betra að þú veist, fá annan vinkil, annan sjónarhorn á hlutina og sé sko fólk til staðar sem er tilbúið að koma með sína þekkingu og leggja sitt lóð á vogarskálarnar í ákvarðanatökunni. Ég tel að styrki fyrirtæki mikið. Já, bara frábært. En segðu mig síðan annað, þú síðan ertu náttúrulega með ykkur áhugamál svona til hliðar við þetta allt. Ég er bara að spá í hvernig fer maður að þessu. Já, ég hef aðeins
myndi segja ég aðeins of fjölbreytt áhugamál. Ég mætti alveg einskorða mig svona við færri hluti. Ég er búin að vera töluvert mikið í fjallgöngum undanfarið og er í gönguhópi sem er bara mjög virkur og gengur reglulega. Svo er ég í að gera upp gömul hús og gamla íbúð. Ræðislegt. Dúlla mér í því. Ég er svona aðeins fylgst með því svona smá on the side svona á kantinum að þetta er bara ótrúlega fallegt gamalt hús sem að þið hafi, eða gömul hæð sem þið hafi eignast. Já, við höfum bæði mjög gaman að þessu. Þetta er Hverfisgata 50. Það sem Bára Bleika var. Það sem Bára Bleika var mitt með búð. Þetta er íbúðin þar fyrir ofan og við erum sérst að gera hana upp í eins upprunalegri mynd og við sjáum okkur fært og síðan sjáum við fyrir okkur að flytjast þarna í vetur. Við ætlum að búa þarna í svolítið tíma og prófa að búa í 101. Ég var svona aðeins að fylgjast með myndefni sem þú settir inn, þú varst að taka, hristir aðeins þarna í handriðinu og það var laflaust eiginlega þarna. Svolítið lúið. En það var svo æðislegt að sjá, þú hefur farið að láta renna fyrir nýjum spýtum í handriðið og bara búin að festa þetta allt aftur. Já, það eru margir sem að bara fara einhvern veginn og henda öllu út og taka þetta bara allt einhvern veginn í öreindir, sko. Nei, mér finnst mjög mikilvægt að bera virðingu fyrir sögunni, sko. Reyna að gera hlutina eins upprunalega og hægt er, halda í söguna og það er rosalega virði og bara fegurð í sögunni, sko. Láta söguna njóta sín. Og já, þetta er sameiginlegt áhugamál hjá okkur hjónunum og við ákvaðum að láta þetta verða veruleika. Skemmt okkur saman. Gaman. Ég ger upp. Það líka, við erum kannski svona, þetta er svona, það er svona myndast kannski smá svigrum líka kannski í tíma. Þú ert svona aðeins að breyta stefnu í svona atvinnu. Algjörlega, atvinnu, hvað maður segja, hvernig þú hugsar þína vinnu? Já, ég sérst í 25 ár þá er ég búin að vera bara í fastri vinnu 9-5 og rétt rúmlega það í flest öll árin. Ég er náttúrulega unnið töluvert mikið og kannski meira en ég hefði átt að gera, svona eftir á hyggja. En ég er að færa mig núna yfir í það að núna er ég í hálfustarfi hjá Nova og er að færa mig yfir í það að vera bara í svona verkefnavinnu. Já, taka að þér verkefni svona. Já, þá er ég að vinna bæði fyrir Nova og svo er ég að taka að mig verkefni fyrir aðra samhliða. Og þetta nýja gig-kerfi. Þú er bara komin í gig-heiminn og orðin giggari. Feta mig áfram í þá vegferð. Og það er mjög þægilegt af því þá getur þú púsla svolítið saman, sko, bæði, sko, þínu engalífi, þeim verkefni sem þú ert að vinnað og svo öðru sem að þú ert að sýsla við í lífinu. Einmitt. Og þú ert þá að fara að taka að þér bæði þá ráðgjöf og bara sérfræði ráðgjöf. Já, ég er að taka að mér svona verkefni á sviði bara fjarskipta og upplýsingatækni. Aðalega þá að styðja fyrirtæki og félagasamtök og stofnanir áfram í stafrænni vegferð, hvað þarf að hafa í huga þegar kemur að fjarskiptum og upplýsingatækni, skýjavæðingu, það eru mörg fyrirtæki sem eru svona kannski komin hálfa leið út í ána þegar kemur að skýjavæðingunni og stafrænni þróun hjá sér. Mörg fyrirtæki vaða af stað, gera sér ekki alveg grein fyrir kostnaðinum eða hvað þarf til, eru svo komin einhvern veginn svona hálfa leið út í ána og ekki alveg viss hvert skal halda. Já. Þannig að það voru oft gott bara... Það sé ekki svolítið algengt svona hjá nýjum fyrirtækjum sérstaklega að þau bara svona drifkrafturinn er svo mikill og áhuginn og allt þetta og svo bara... Já, og það sem hefur svolítið fyllt kannski, ef við tökum bara skýjavæðinguna sérstaklega í upplýsingatækninni, það er það sko, þú varst einu sinni með eitthvað svona herbergi þar sem þú varst með alla tölvuþjónana og alla diskastæðirnar og allt þetta dótari sem að fylgir svona upplýsingatækni hlutanum á fyrirtækinu og vélbúnaðurinn setti þessu alltaf skorður að þetta var bara ákveðið magna vélbúnaði sem komið fyrir í þessu herbyggi sem var kannski ekki mikið stærri en þetta herbyggi hér
svona nokkri fermetrar og svo setur hluta af þessu í skýið og allt í einu engin takmörk fyrir því hvað getur búið til mikið af þjónustum og þá bara springur þetta út og þú ert allt í einu komið fullt af þjónustum sem að gera þetta og gera hitt út allt og engin kannski lógik í því hvað tilgangi þetta þjónar, hvað tilgangi þetta þjónar og hvað tilgangi hitt þjónar. Það bara fengi allir svona víðáttu brjálæði þegar voru ekki lengur einn takmörk og þú bara alltaf komið fullt af rekstrarkostnaði og alls konar svona flækistig sem að þarf síðan að fara að vinda. Þannig að þú ert í raun kannski þá bara að bjóðast til þess að koma inn í fyrirtæki og aðstöðu í þeirri stöðu sem þau eru í. Já. Og bara svona aðeins að finna út úr hvaða leiðir eru bestar að fara. Algjörlega sko og ég kem þá inn sem ráðgjafi og finna út úr í sko bestu leiðinni en ég kannski ekki að fara að setjast niður með tækniteiminu og fara að byggja lausnirnar. Þó sem ég geti það vissulega. Já, en þú getur kannski svona aðeins leiðbind. Já, hvaða leiðir eru. Ég fyrst og fremst kannski að horfa á það að vera þessi utanakomandi aðili sem getur sest niður og spáða þessi spilin. Já, frábært. Það er náttúrulega, ég vissum að sko maður sem að náttúrulega þú ert búin að vera innan þess að gera að geta fengið svona mann inn sem að, er tilbúin, að því að tilbúin til þess að stíga bara inn í aðstæðu hvers og eins, að því að við vitum alveg fyrirtæki eru á misjöfnum stað og það eru kannski ekkert menn á hverju strái sem að hafa reynslega þekkingu til þess að stíga inn í þessar aðstæður. Þannig að ég bara óska til hamingju með þetta nýja skref sem þú ert að taka, þetta er svona breyting og Já, þetta er spennandi og þetta er alltaf svona smá fiðringu sem fer að þegar maður fer að tekur eitthvað ný skref. Já, algjörlega, ég get alveg tekið undir það. Þetta er svolítið svona þegar þú er búin að vera 9-5 í 25 ár og ert síðan að fara í að vera að vinna verkefnabaserað. Það er oft svolítið svona eins og að fara í falli ástökk eða eitthvað svoleiðis. Þú ert bara að hoppa og bara sjá hvar þú lendir sko, hvort fallífin heldur. En að samaskapi alveg rosalega frelsandi tilfinning og þægileg tilhugsun. Já, bara gaman. Mér langar að bjóða þér að draga hérna, ég er að bíða alltaf hérna upp á 2 svona óvæntar spurningar úr kassanum. Ok. Út fyrir kassan. Út fyrir kassan, já. Og þetta er svona þá eitthvað svona sem að við erum algjörlega hérna að svona skoða eitthvað nýtt. Það taka 2. Þetta er 2. Takk 3. Skila hérna. Þú mátt líka svara 3 sko. Byrjum með 2. 2 í bíl. Hvaða land langar þig helst að heimsækja og af hverju? Já, sko, mig hefur í svolítinn tíma langað að heimsækja Nepal. Já. Og það tengir svolítið fjallamennskunni hjá mér. Það er fullt af áhugaverðum fjöllum í Nepal og Nepal liggur mjög hátt. Svo er þetta bara mjög framandi land og gríðarlega gaman að fara þarna. Og svo ef ég má svara 2 löndum. Já, mér langar að klára Nepal aðeins. Áttu þér drauma að fara upp á eitthvað af þessum háu fjöllum í Nepal því að þau eru gríðarlega hámörg hver? Eða hefur hug á bara að skoða náttúruna og fara kannski upp á grunnbúðum einhver staðar eða eitthvað slíkt? Það fer eitthvað hvort kona mín að hlusta á þetta eða ekki. En já, ég væri rosalega til í að klífa eitthvað af þessum fjöllum en ég var líka alveg sáttur við að fara bara í grunnbúðinu. Sem er náttúrulega æðislegt. Þú veist, maður sér svo fallega myndir af þarna frá Nepal. Þetta er náttúrulega bara fyrir manni fyrir okkur sem búum hérna svona á norður hér heimsins sko að það er einhvern veginn svo þetta er framandi og menningin virðist vera svo falleg. Já, og það er einmitt það sem að trekkir og heillar sko. Þetta er svolítið frumstætt líka og fyrir tækninördina þá er rosalega gaman líka að geta bara farið í eitthvað sem er mjög frumstætt og basic og svona nær hinnu svona fábrotna lífi skulum við segja. Það erum við ekki svolítið svona kannski á einhvern hátt, ég er að spá í því líka. Erum við ekki öll svolítið svona, langar okkur ekki stundu bara svolítið að færa staðins nær þessu fábrotna þegar að það er svo margt í umhverfinu okkar sem er orðið flókið. Stundum er svolítið gott sko að geta bara slögt á farsímanum og slögt á öllum tækinum og bara farið eitthvað út í náttúruna og notið þess bara að vera til eins og maður var skapaður sko. Akkurat. Kannski þess vegna hefur færst í fjallamennskuna aðeins.
Já, ég myndi segja að Lýsa það er kyrrð. örugglega stór þáttur af því, sko. Af því að það er ákveðin hugleiðsla sem felst í því að ganga á fjöll. Mm. Þó svo sér kannski að ganga í hópi, þá ertu mjög mikið kannski bara að ganga og þá gefst mikil tími til að hugsa og slaka á. Mm. Svolítið svona núllstilla sig, ef það ekki Já. kalla það. Akkurat. Ég held að við þurfum öll, veist, hvaða tækni svo Já. sem að, kannski ekki tækni við notum til þess að finna okkar núllstillingu. Veist, ég held við þurfum örugglega öll stundum að núllstilla okkur. Já, algjörlega. En hvað var Hittlandi sem þið langaði að tala um? Herði, Grikkland. Já. Ég stutt eftir útskrift að þá fór ég með góðum vini mínum og konu minni. Við fórum til grísku eyjana. Já. Vorum að ferðast þar á milli. Það hefur lengi verið draumur að fara þangað aftur. Já. Því að þetta var bara alveg ógleymanlegt ferðalag. Já. Og Ég held að þegar þú ert búin að segja bæði þessi lönd svona uppátt, svona líkurnar aukast talsvert, sko. Já, algjörlega. Ég er svo mikið að trúa því að þú segir eitthvað uppátt að það bara muni á einhvern nátt þú færist nær því, sko. Já, ég hef stundum gert það, sko, þegar að mér langar virkilega að ná einhverju takmarki. Já. Að þá reyni ég að segja sem flestum frá því, af því þá er komin ákveðin pressa á mig að standa síðan við það. Þannig að, já, kannski verður þetta. Kannski. Já, bara. Æðislegt. Já. Og hvað var hinn spurningin? Hver er uppáhaldsminningin þín? Já. Sko, það er nú að mörgum að velja. Ég leita mjög oft aftur, sko, ég bjó hjá ömmu og afa þegar ég var í menntaskóla. Og það fylgdi því rosalega mikið ró og friður og kyrrð að búa hjá afa og ömmu. Þannig að mér er alltaf þótt rosalega vænt það. Þannig að ein af uppáhaldsminningunum mínum, ég á mjög erfitt með að gera upp á milli þeirra allra, ég á afskaplega margar góða minningar. Það er að sitja í eldhúsinu hjá afa og ömmu. Hvort sem að afi var að elda hafragrautin á morgnana eða amma gefa mér fiskibólur í bleikri sósu eða eitthvað svoleiðis, að þetta sé bara tilfinning að sitja í eldhúsinu og það er eina af mínum uppáhaldsminningum. Svolítið svona. Yndislega minningar. Já. Það er kannski þessi kyrrð og yfirvegun og engin svona, þú þurftir ekki að vera að gera eitthvað til þess að njóta þess. Algjörlega, sko. Ég í sko hraða nútímans. Ég eftir að ég stofnaði heimilið þá kom ég reglulega til ömmu. Og ég heimsótti hana mjög reglulega. Og alltaf því ég kom til hennar þá fann ég hvernig hægðist á tempóinu alveg bara niður í, bara næstu í bara, þú veist, ekki neitt, maður bara tíminn stóð svolítið í stað, sko. Og ég sofnaði yfirlega. Amma bara, þú veist, hún leiddi mig inn í stofu og ég laðist í sófan og svo breytti hún með teppi og ég svaf. Nei. Ég kom oft þarna, kannski var hjá henni í 2 tíma og ég svaf í klukkutíma. Þú hvíld frá erli dagsins bara, veist. Maður áttaði sér svolítið á því þarna hvað maður er að lifa rosalega hröðu lífi. Já. Það er alltaf, maður hleypur úr einu í annað og sérstaklega við áttum og eigum 4 börn, ung þarna á þessum tíma, sko. Og það er bara, þá var alltaf allt að gerast. Það var verið að skjóta börnum í tómstundir, sækja í skólan, láta læra, leika við, þú veist, fara að kaupa í matinn, elda, vinna, eiga tíma fyrir sjálfa sig, lesa fyrir svefnin, sko, eiga tíma fyrir sjálfa sig var kannski svona smá míkróhluti af allu. Akkurat, sérstaklega þessum þegar þau voru alls svona lítil. Sko. Já, akkurat. Það hefur bara verið gott að koma til að það var ágætt að hæja þess niður í smá stund. Það var svona hugleiðslu stundin. Kannski ekki eins mikil tími fyrir fjallgöngur á þeim tíma, veist, en þetta hefur kannski verið núllstillingi þá. Algjörlega, sko. Það var það. Yndislegt. Það eru frábæra minningar. En ég hef mitt þegar maður hugsar út í þetta, sko, þá erum við kannski líka í þessum hraða, veist, það er alls konar rútínur sem við sköpum fyrir okkur sjálf. Veist, er eitthvað svona rútína sem þú ert með til dæmis í deginum, veist, eins og þegar það hefur verið mikið að gera og veist, hefur þú haft eitthvað svona rútínu fyrir þig til þess að auðvelda þér lífið? Já, sko, ég er búin að prófa ýmislegt í gegnum tíðina, því að ég hef alla tíð unnið freka mikið og það hefur verið, sko, mörg verkefni í gangi, bæði í vinnu, í kringum fjölskylduna, kringum bara, þú veist, öll önnur verkefni sem maður er að gera. Og
þá mikilvægt að vera skipulagður og það hefur gengið misvel. Ég ætla ekki að þykjast vera einhver heilsugúrú eða neitt svoleiðis, en ég hef haft verið vana lengi að vera með minnisbók við hliðin á rúminu. Og á kvöldin þá hef ég oft skrifað niður allt sem ég þarf að muna, allt sem að mér dettur í hug eða eitthvað svoleiðis, af því það var að koma úr hausnum og á blað. Og þá ertu ekki að eyða nóttinni eða kvöldinu eða þegar þú ert að sofna í að hugsa það. Og þá sefur maður miklu betur. Já, góð hugmynd. Rosa fínt bara að koma hugsunum úr kollinum niður á blað og þá getur bara lagt það til hliðar og sofið í rólegheitunum. Af því þú veist þetta býðir eftir þegar þú vaknar. Já, þetta svolítið athyglisvert. Ég hef bara sett að segja ekki neitt tala þetta. Ég hef heyrt talað þakklætisdagbók og ýmislegt svona sem að fólk nýtir svona til þess að bæði kyrra hugan og líka bara til þess að þetta efli það í sinni hamingju og það sem er að gera en mér finnst þetta líka mjög athyglisvert af því að maður finnur þetta oft þegar maður leggst á kottana ég held að heilastarfsemin á einhvern nátt hún mjög virk þegar þú ert lagstu niður. Þú ferð svolítið í hugsanirnar. Þetta akkurat tíminn sem að heilin að nota sko, til þess að vinna úr öllu sem hann hefur heyrt yfir daginn og bara lært og svona og þú veist, ef maður fer inn í svefnin með rosa mikið í gangi í kollinum þá verður nóttin miklu órólegri af því að þú ert að fulla að reyna að muna þetta og reyna að vinna úr því sem þú varst að díla við yfir daginn sko. Það er rosa gott að þetta allan að reynst með vel. Frábært. Og einhver önnur svona rútína hvort sem hún að morgni eða Já, ég held að sé kannski aldurinn sko, nú ég nálgast 50 og ég nýlega farin að sofa snemma. Ég var yfirleitt vakandi til klukkan svona 1 eða eitthvað svoleiðis og svo var ég vaknaði klukkan 7-8 og náði mjög litlu svefni heilt yfir. Og það var svona vítarhingur vegna þess að þú getur haldið því í ákveðin tíma og svo skuldaru og þarft að borga og það yfirleitt helgar. En núna ég farin að sofa fyrr, sofna kannski svona 10 og 11 og þá maður, maður nær lengri svefni og maður miklu ferskari og það eiginlega betra að byrja daginn fyrr. Vakna snemma og þá getur þú svolítið skipulagt fyrir daginn. Það meiri svona einhverjum fókus. Já, og það eru rosa margir sem segja það sko, sérstaklega fólk sem kannski að lifa erilsumu lífi sem svo við erum flest, að besti tíminn fyrir þig sjálfa eða sjálfan oftast kannski á mótnana þegar að aðrir ekki vaknaðir og þá ertu líka í besta forminu. Eftir daginn, kannski seint á kvöldin, þá maður þreyttur. Og maður ekki eins produktífur, eins og maður á mótnana. Já, þetta bara mjög athyglisvert en eitthvað svona áður við hættum, eitthvað svona ráð sem þú getur gefið fólki svona sem að hefur varðandi bara svona fyrir samt fólk sem að svona að reyna að ná utan lífsitt með öll börnin heima og mikið í gangi, Ég kannski það sem ég hef helst lært í gegnum tíðina, ég rosa fullkomna sinni og alltaf að reyna að gera allt 100% og svona seinni ár þá ég átta mig á því að stundum allt í lagi að gera bara nóg og vera ekki að streða við að hafa allt fullkomið og allt undir kontról. Eitthvað fullkomið? Nei, það ekkert fullkomið og lífið bara gerist og stundum allt í lagi að láta það bara gerast og vera ekki að reyna að stýra öllu. Já, frábært. Njóta lífsins bara. Njóta lífsins, vera til dagsins staðar. Svolítið, vera til staðar í núinu, það ekki bara svolítið svona sem að við þurfum kannski öll svolítið meira að hugsa að geta sinnt því sem okkur langar í núinu, auðvitað stundu þarf maður að skipuleggja sig. Já, vissulega og setja fókusinn á ákveðin mál. Já, og forgangsraða og svona, en það ekki góð strategía, ef ég má segja svo, til svona lengri tíma litið að reyna að hafa kontról á öllu. Það virkar aldrei vel. Þú getur það ekki. Nei. Lífið bara kaotískt og það verður bara að fá að vera það. Já. Og svo lærum við bara með þessu á leiðinni. Já, algjörlega sko.
Já, Það voru frábært að vera með þér hérna. Þetta takk bara sömuleiðis. ótrúlega fróðlegt sem þú hefur verið að gera og mér finnst bara einhvern veginn, ég sé einhvern veginn að það hljóti að vera að þessi nýju skref sem þú ert að taka í þínu svona þetta nýja atvinnuskref að það muni blómstra hjá þér og ég óska þér þess. Takk fyrir það. Bara takk fyrir mig í dag. Takk og sömuleiðis. Það er bara virkilega gaman og áhugavert að koma hérna til þín. Og gaman að fá að vera með ykkur. Takk.